starfað að stöðum umbótum núna í 10 ár. PTCA er í rauninni ekkert ný hugmyndafræði. Hún kemur 1960 og er gæðahringur Demings. Það er sérð PTCA í öllum tólum Toyota og ef þú ert að innleiða ISO-staðla eins og ISO 9001 eða slíkt, þá er þetta líka mjög stór partur af þeim. Ef við förum bara aðeins yfir hvað er í hverjum þætti, þá byrjar maður sjálfsögðu á plan. Plan, þá halda margir að það sé bara, já, núna ætlum við að skipuleggja okkur, við ætlum að fara yfir hvað við erum að gera í dag eða eitthvað slíkt. En plan er í raun miklu dýpra og miklu meira. Þannig að ef við tökum dæmi heilsurækt og ég myndi segja, já, mér langar að vera rosalega fit, þá í fyrsta lagi þá þurfum við að skilgreina hvað er fit. Vegna þess að við getum ekki sett okkur eitt markmið ef það er mjög óskilgreint. Þannig að í plan þá byrjar maður alltaf því að skoða hvar er ég núna, núverandi ástand, og hvert ætla ég síðan að fara. Þannig er ég bara að fara að losna við 10 kíló eða er ég að fara að keppa í fitness. Það er mjög ólíkt að komast að þessum tveimur markmiðum. Þannig í plan þá byrjar maður alltaf þessu. Hvar er ég, hvert ætla ég að fara? En plan er meira en þetta. Í plan þá er maður líka að greina. Maður er að skoða hvað hefur gengið vel, hvað hefur gengið illa, hvað eru mögulega aðrir að gera, hvað greiningar og gögn þurfum við til þess að geta tekið ákvörðun og sett tilgátt fram. Þannig að ef við setjum þetta í heilsu dæmið, þá eru margir sem myndi segja mig, þetta er auðvelt, þú bara borða minna og hreyfið meira, farðu í dú. Það er það sem flest fyrirtæki gera. Þeim er svo leiðilegt að vera í plan, þau vilja bara strax fara að gera. En í plan þá myndum við fara að skoða meira. Við værum komið með hvar við erum og hvert við ætlum að fara. Þannig að ef markmið okkar væri að léttast 10 kíló, þá myndum við mögulega skoða, hefurðu lést áður, hvað virkaði vel fyrir þig, hvað virkar illa, hvaða hreyfing finnst þér skemmtileg, hvaða hreyfing finnst þér leiðileg, hvaða mataræði finnst þér gott. Þú getur farið til læknis og athuga hvort það sé eitthvað bara líffræðilega þér, þú getur farið að athuga hvort þetta sé eitthvað á sálina, hvort þú borðir að því að þér líði illa. Þannig að þetta er miklu meira heldur en bara nú ætlar að borða minna og hreyfa þig meira. Þú ert að skoða, greina og þegar þú komið með allar þessar upplýsingar þá kemur með tilgátu. Og þú myndir segja mér, Viktoría, núna erum við búin að skoða þetta allt saman, við vitum úr hér, við vitum að þið langar að fara þangað, við vitum að þetta hefur gengið vel hjá þér, þetta hefur gengið vel hjá öðrum og við teljum að ef þú gerir þetta, þá myndu ná árangri. Þannig að við erum komið með skýra tilgátu út frá plan. Plan á sjálfsögðu að taka lengstan tíma að gera, vegna þess að við viljum gera það vel að við þurfum ekki að heimsækja vandamálið aftur eftir nokkra mánuði, nokkra daga eða eitthvað slíkt. Þannig að þetta er virkileg greining, skoða gögn og farið gegnum allan pakkan. Þá er það do. Þetta er það sem flestum fyrirtækjum finnst skemmtilegast að vera í, gera. Og ef að fyrirtækið þitt er þannig að þú ert alltaf að leysa sama vandamálið, þá ertu ekki að eyða nógu miklum tíma í plan. Í do þá tökum við tilgátuna og við framfylgjum tilgátunni. Ef við höldum áfram með dæmi heilsuræktina, að í do þá hefði maður farið og maður hefði borðað það sem þið hefði sagt mér að borða, ég hefði hreyft mig það sem þið hefði sagt mér að hreyfa mig, ég hefði kannski gert mindfulness, ég veit það ekki, ég hefði allavega fylgt tilgátunni ykkar. Síðan er það næsta skrefi sem er check eða stundum kallað study. Þannig að þú ert búin að fara ekki plan, þú hefur sett þér eitthvað markmið og þar hefur sett þér eitthvað mælikvarða að þarna þetta athöfn, er ég að ná þeim markmiðum sem ég vildi eða ekki. Og þú þarft líka að læra að því, af hverju gerðist þetta svona. Þannig að þetta skref snýst það að þú ákveður hversu oft ætlar að mæla, hvað ætlar að mæla og síðan í akt, sem er þá næsta skref, þá ætlar að bregðast við. Ef við tökum síðan heilsudæmi okkar aftur, þá þurfum við að spyrja okkur, hversu ört þurfum við að mæla til þess að geta brugðist við. Ef við myndum vigta okkur, myndi make sense að mæla mig á mínútnum fresti? Nei, vegna þess að þá var ég að bregðast í rauninni við röngum gögnum. Ég myndi fara á klósettið að pissa og ég myndi halda að ég myndi losna eftir 300 grömm, en það er í rauninni ekki. En það myndi heldur ekki make sense að mæla mig bara einu svona ári, vegna þess að hvað gæti maður í rauninni fitaði mörg kíló einu ári, örugglega 30-40 kíló easy. Þannig að við erum alltaf að reyna að hugsa hversu oft þurfum að mæla til þess að geta brugðist við. Þannig að í okkar heilsudæmi þá myndi ég kannski segja, ég ætla að mæla einu sinni í viku. Þá ætla ég að fara á vigtinu og athuga hvort ég sé að ná þeim árangri sem ég vil eða ekki. Síðan kemur nefnilega að síðasta skrefinu í PTCA sem er akt eða bregðast við. Og það verður að segja þessi og tjekka á akt að þetta er það sem kannski mistekst oftast hjá fyrirtækjum. Þau plana kannski smá,
fara síðan að gera en nenna síðan ekkert að athuga hvort að verkefni hafa náð þeim árangri sem þau áttu að ná eða bregðast við ef að mælikvarðarnir eru ekki að segja. Þannig að ef við erum að batna og allt planið gengur vel og slíkt, að þá náttúrulega höldum við áfram með planið en líka við fögnum og við látum aðra vita og við lærum af þessu sem náttúrulega líka mjög mikilvægt. Þannig að ef við myndum taka heilsudæmi mitt að ég væri bara að grennast, þá myndi ég kannski láta aðra vini mína vita sem að væri að glíma við sama vandamál. Ég myndi fagna, ekki með því að fara á McDonald's, heldur fagna eitthvað neginn öðruvísi og ég myndi læra af þessu. Þannig að þegar ég þarf að gera þetta aftur, þá myndi ég vera með smá lærdóm í farteskinu. Nú, ef allt væri að fara á versta veg og ég væri bara að finna hvernig ætti ég að bregðast við þá, jú, þá fer ég aftur í plan og ég skoða tilgátunum mína, byrju var eitthvað rangt, eitthvað sem ég þarf að gera og við komum með aðra tilgátu. Þess vegna þetta ekki eitthvað sem ég gerir bara einu sinni, þetta hringrás. Og í rauninni má segja, ef þú ert með núverandi ástand hér og framtíðar ástand þarna, þá þetta margir litli PTCA-hringir að loka ástandi. Nú, við höfum verið að nota svona PTCA-eyðublöð til þess að hjálpa fólki að fara í gegnum hringrás svona auðveldan hátt ef það eru vandamál eða umbætur sem að þið viljið koma. Og ef ég útskýra aðeins eyðublaðið, þá efst uppi þá kemur bara nafn, hver að þjálfa þig í þessu og hvenær dagsetningin. Síðan kemur lýsing á vandamáli og þá ertu bara örstuð að segja af hverju þetta mikilvægt vandamál, af hverju ættir að eyða tímanum í þetta, eitthvað þarna í bakgrunnum sem þú þarft að segja. Oft hugsa maður viðskiptavin, maður hugsar afhendingu, maður hugsar öryggi, maður hugsar gæðamál, sjúklinginn, allt þetta. Þannig að það er gott að hafa það í bakhöndunum þegar maður er að koma með bakgrunnin. Síðan fer maður í næsta lið sem greiningin. Þá er hægt að nota 5 af hverju, það er hægt að nota fiskbinarit, það er hægt að nota bara þau greiningatól sem þú hefur. En það sem mér hefur fundist mjög gott og í þessu eyðublaði að þú brainstormar allavega 7 mögulegar orsakir og svo ferðu athugar hvort það hafi einhver af þeim verið. Og þess vegna þannig 2 flipar sem stendur já eða nei. Og ef þú kemst að því að þetta var orsökin, þá færir í næsta lið sem aðgerðaáætlunin og þá að tala hvað get ég gert til þess að loka þessu vandamáli og næst koma niðurstöðurnar, þannig að þú múst að fylgja mælingunum þínum, erum við virkilega að leysa þetta vandamálið og að lokum að þá hvað lærðir af þessu, sem mjög mikilvægt og við gleymum oft að fara í. PTCA tengist líka mjög mikið að 3 og þið getið hort á myndbandið sem snýr að því. En ég myndi hvetja ykkur til þess að nota þessa hugmyndafræði, það skiptir ekki máli hvort það sé á töflufundum eða hvort það sé að leysa vandamál, að fara alltaf gegnum þetta. Er ég búin að vera nógu lengi í plan? Er ég búin að skoða þetta frá öllum vinklum? Er ég komið með góða tilgátu? Gera og síðan athuga og mæla, virkilega mæla. Er ég að ná þeim árangri sem ég vill eða ekki og síðan bregðast við. Þannig að reyna að ná þessu í öllu því sem þið eru að gera. Þannig að gangi ykkur vel að PTCA, notið þetta í öllu sem þið getið.